Klukkan orðin 4, það föstudagurinn 11. júní árið 2021 og Mötley Crüe á fónum sem þýðir að FM 95 Blöð hafi göngu sína á þessum fínasta föstudegi því að Mötley Crüe ekki spilaðir á útastöðinu FM 957 nema klukkan 4 á föstudagum sem endar synd því að þetta stórkostleg hljómsett lög sem Dr. Feelgood og fleiri. Talandi Feelgood, ég í rullugóðu skapi og vona að tveir naut séu það líka. Þeir sita hérna beint á móti mér, það fullur bátur eins og alltaf. Ég ætla að byrja á fyrirlega þáttarins nýgreittur, vaskreittur, nýrakaður, lítur vel út. Thank you. Hvernig ertu þau? Ég bara ekki verið betri held ég. Það gott að heyra. Sko, ég var að hugsa á hann, ég sagði hann þess að við ykkur þetta fyrir útsendingum. Mér finnst ótrúlegt að maður sé ennþá ég að peppa alltaf. Ég var spenntur að fara að byrja eftir öll þess ár. Og ég veit alveg að þú hefur verið betri og ég að fara að kynna þetta varafyrirlegan, en ég veit að þú hefur verið betri núna, en maður alltaf að peppa samt. Já, samt, þú veist, reyndar að sá ég, sko, ég að horfa á þróttaramerkið og það Sunshine. Já, að labba einn inn á hann, ég varð úti næstu. Já, sko, málið Djöfulli vindurinn kaldum. Þreytt frétt á Vísi. Það var ykkur, málið, oft þessi veðurfræðingar, sko, oft svolítið þægilegir og þeir ljúga þjóðinni. Segja sér bara, veist, það gott veður framöndan, þó sé viðbjóður. En það Einar Sveinbjörnsson, hann completely honest. Hann sagði bara að mest lesna fréttunar Vísi núna. Hann sagði næstu 3 vikurnar verða viðbjóður. Já, frábært. Ég ætla að fá vara fyrirliðan og markaðasta leikmann FM 95 Blöðin umræðina, Steinþór Hróar, hvernig þú? Ég fyllandi góður og fróðandi fýtt í dag. Það að veipa þetta inni. Það má ekki veipa þetta inni. Ef ég verið töðari, myndi ég setta e-mail á Richard núna. Ég í lagi að menn veipi þetta. Ég setjum sig ekki í lagi. Ég ætla að veipa þetta inni, það bara hann. Þú ert svo mikið trúður þegar kemur að veipinu. Ég ekki að grínast, eins og kona mín veipaði á hún var ólétt. Hún ekki byrjuð aftur. Ég ánað með það. Já, en það fór rosalega í taugarnar á henni að vera í kringu þig þegar þú varst að veipa, því að þú böstarði alltaf bæði. Hún alltaf bara með þetta inn í pöta. Þú sást ekki var að veipa. Svo er hún með steind af liðin á sér, einhver cloud chaser blásandi yfir allt. Reynda að gera þetta eins og húskara. Já, sko, það leiðilegt þegar maður út að borða og svona þegar einhver pikkar í mann það eiginlega bannað að veipa hérna inni, sko. Ég ekki bara samt. Þú ert að vera lúmskar. Nei, ég segi bara, ég var ekkert að veipa. Ég veit ekki. Skífur ofan. Ég veit ekki hvað. Þetta bara kemur úr eldhúsinu. Ég steindi sér þar, hann veipið bara samt. Já, ef eitthvað kemur til hans bara, herði, það má ekki veipa þetta. Lúmskur, hann beigir sér niður. Já, hann tekur 2 móka. Hann grenjar ekkert og hlátur og segir bara, þess að það heldur góður. Já, það að koma þess í hann þá, sko. Já, en sko strákar. Eins og Björgvin Halldórsson á Hótel Íslandi. Það fræg saga sem ég langar að spyrja hann. Ég þarf eiginlega að fá hann í tónlistinni. Rifjum hann upp, það ekki leið sem gert þessu. Já, ég veit ekki hvort þessi kjafta sagði ekki, en hann var vist einhvern veginn á Hótel Íslandi, Björki Halldórs, og pantaði, eins og sagan segir, 2-faldan kaftin í kók og svo sagði afgreiðslu daman, herri, það eru 1790, þessi var helviti góður, tók drikkjur og þessi var helviti góður. Þetta Björgvin Halldórsson, maður. Já, hann átti Broadway. Já, fólk kannu bara átta sig á því, þetta var Björgvin, en málið gaman á sérst að koma inn á það Blöð að okkur finnist alltaf gaman á kominga. Það verður náttúrulega að taka það líka inn í reikningin að okkur finnst svo leiðilegt að vera heima hjá okkur. Já, hann gæti verið það. Nei, ég að segja þú ert að flytja og við steindi eiginlega unga börn. Já, sko, ég er með 2 gríslinga og ég að flytja og ég er búin að vera að mála núna, spasla og mála í viku straight og ég fram á alla nætur. Ég að sturla. Það skellur að flytja. Já, og ég að flytja morgun og málið þetta búið að vera sturlun og þetta búið að vera það mikið sturlun að ég eiginlega bara svona, ég búin að vera svolítið stimplaði bara algjörlega út og ég misti af sprautunum minni. Já, þú ætti að vera í sprautu í gær. Jansson, þú hefði verið bólusett. Ég held að það hefði verið samt í fyrradag, deginum áður eitthvað. En hvað svo hægur ertu að gleyma að mæta í gær? Já, ég held að vera í gær. Nei, mástu, við vorum að skemmta Ólafsfirði. Já, sprautaði maður í gærstendi, ég veit þetta betur en þú. Já, en mástu, við vorum að keyra heim frá Ólafsfirði, allt inn að pinga síminn, bong, herru, þú ætti að fara í sprautu hérna 10. júní. Já, 10. júní. Mást ekki, ég var að segja þig, ég er að fara að sprautu. Það er bara ein sprautu búið, Janssen. Já, bara ein sprautu, besta sprautan. Þú veist, þetta sko, þú fær, og þú getur flogið eftir hann og þú fær hala og allan pakka. Þetta er svona umdeild en langt besta sprautan. Ég veist hvað, ég held að það var ekki þórastindi. Nei, veistu hvað? Þú varst búin að heyra af einhverjum aukaverkunum. Nei, mér er drullu sama. Það gleymdi sér bara, búin að mála. Herru, og ég var bara að mála á eitthvað og svo kemur Sigrún og byrju, hvernig líður
þér eftir sprautuna og ertu að slappast eitthvað upp eða við getum ekki soldier down, það er ekki boði og við mögum ekki missa mann núna. Býtu, hvað er þetta? Já, sprautan maður, ég átti að vera í sprautu. Ég vissi, ég bara en nú er ég að hugsa, er ég búin að missa bara af því? Fæ ég ekki sprautu? Það er þetta góð spurning, þeir sem að missa tíman sínu þurfa að láta vita eða? Ég meina ekki hvernig á ég að ringja. Að skrópa. Hvað segir King Þóróli? Að skrópa þetta, ég er ekki með númeri á Þóróli. Þú varst alltaf einhverju góðu sambandi á hann á Messenger eða ekki? Þú varst að kalla hann trúð og kóng til skiptisegil. Við erum búin að vera í love and hate relationship, ég og King Þóróli. Ég bara frá þér. Ég elskar það í dag, sko. Hann veit ekki af því, sko, Egill. En ég hef ekki sem verið bóðar. Akkur ég eini gæðin á Ísland sem ekki er bóðar í sprautu. Þú varst 80 og 80, þú varst að vera í næstu viku. Já, bara ég fá SMS í kvelli ég hlýt að geta farið bara með þér og ég sitt bara, já, ég sýni bara, sko ég klára næsta þriðdag, þá er ég búinn sko, blöð og bólusettu fyrir ykkur hálfu ári síðan. Nei, 5 vikum. Ég verð síðastur að vera bólusettur og ég veit ekki hvernig það virkar. Það er alveg sama hvað þú ert í dag, hvort þú ert í skýrn eða einhverju öðru, það er alltaf allir það, já, hvaða bóluefni fékkstu? Hvað fékkstu? Þetta er svona aðal umræðan bara, þetta er basically ég var til í Sputnik. Þetta er svo spjallu veðri í dag, það er hérna bólusetningar. En málega það er engin munur á neina þessu. Þetta er basically the same shit. Já, ég var alveg. Nei, þú veist, það er bara búið að sanna það. Allir sem að fengi bóluefni, hvort sem það skiptir ekki máli hvaða bóluefni, það verður enginn farið á sjúkrahús eða dáið. Nei. Þannig að þá skiptir ekki, það lítur að vera ástæða, eða þú veist, það lítur að vera tilgangur með þessu. Hvað sagði mér áttur í hátinu, ég var upp á sorðið? Eitthvað fáið Commission? Já, commish. Nei, ég held ég að sagt commission, en þú heyrðu ekki bara commish. Það er rosalegt. Herru drengir, ég var að lesa hérna, ég sá það á Vísi að þetta er rosalegt finnst með mér að segja. Þetta er Kári að sjálfsögðu. Kári Stef. Já. King Kári. Hann hafði þurft að vera búin að æla þessu útvæsli þegar hann kom til okkar. Eftir að grínast, núna er hægt að spá með sko talsverði nákvæmni stendur þetta. Hvað fólk er langt eftir ólifað með því að skoða prótein í blóði. Ein blóðpröfa. En sko blóðpröfan getur ekki sagt þér að þú verði fyrir bíl en á morgun blind fullu sko. Nei, en þú veist, væntanlega er þetta svona bara að þú deyrða eðlilegum, þú veist, skilur, ég getur, og þú farir núna til Kára, þá getur hann sagt bara, auði, samkvæmt þessu, og ef þú verður ekki bara fyrir bílinn og eftir, þá, þú veist, þá deyrðu þarna. Myndið vilja vita það? Ég var sko, ég vil það sko, ég held bara Hvað er það að segja 53 eða eitthvað? Já, það segir bara við ár eftir, hvað ætlar að gera það? Ár, það væri helvítið. Það var alveg skemmt. Það væri bara eitthvað að. Já, þú veist, ég er með sko. Hvað ertu, 36 ára? Já, en annarkvort er þetta málningin, ég er bara að mála svo mikið. Ég er náttúrulega með brjósklós tvöfalt. Ég greindu með tvöfalt sko. Stífur það? Stífur, ég sko búin að væli við því í 4 ár. Flestir sem fá brjósklós bara losa eftir einu maður sem er með brjósklós í 10 ára. Þeir vil ekki skera mig, ég hef ekki tíma til að vera að losa mig. Ég ætla bara að fara að pitcha inn og borga í það að þið skeri því svo ég geti hægt að hlusta á þetta. Þeir vilja það ekki, ég er búin að segja við þá er það greinlega ekki það alvarlegt. Jú, tvöfalt. Þetta er eins alvarlegt og verður. Nú, okkur vilja það ekki skera þig? Þeir sker ekkert í dag nema og sért bara sko það er bara ekki það mikið að þér. Nei, þeir segja bara, ok, þú ert með tvöfalt en þú getur lappaðið ekki. Jú, þá þarfst að fara til sjúkraþjálfara og vinna úr þessu og ég er búin að fara þangað og láta teipa með bakið og allt þetta. Ég held sér bara ekkert að þér. Nei, ekkert að mér. Ég er með læknaskýrslu og viltu að koma með hana. Þú er búin að mála, þú veist, heila villu bara á viku og þú veist, svo nýrina. Hann var ekkert að fara inn í einhverja 60 fermetra að mála sko. Nei, ég ætla að segja ykkur strákar að stærsta húsið í Mosó. Ég kom með nýja stingi. Ég kom með stingi allstaðar líka sko. Það er bara að þú eru ekki hreift í 14 ár sko. Jú, það er auðvitað það líka. En ég finn bara, ég þarf að fara til Kára og bara fá niðurstöðu sko. En ég verður þú ættir að vera síðasti maður til að fá svo blóðpröðu sko, til að tjekka á þessu. En við erum með rosalega þátt handa ykkur í dag, kæri hlustendur. Bubbi Mortens er á leiðinni, hann kemur hérna eftir. Hann er ekki komið í nokkur ár, alltaf gaman að fá Bubba. Við erum með þekkið ekki og ég fekk aðstoðdrengir í dag á Instagram. Ég sett á Instagrami hjá mér og spurði fólk hvað vildi heyra, ég þekki ekki og það komu fullt af góðum spurningum. Hlakka til að henda ykkur í það. Augljósar átt að vera síðast, Steindi, voru ekki. Nei, þeim var einhvern veginn hent bara út í bláinn. Þannig að ég er með augljósa staðarindir í dag og ég er alltaf að bæti í þetta. Ég kom með 8 spurningar, yfirleitt er það 5. Annarkvort er ég Nei, bara 8 staðarindir minnur, það er alltaf bara 1 spurning. Já, 8 staðarindir fyrir ekki, já, og ég er með 2 spurningar, ég þarf að fara að grísa þetta. Já, nú er smá tíma. Já, en svo er ég líka, ég ætla að bjóða okkur upp á eitt óvænt. Nú? Ég er með
common knowledge. Common knowledge, ok. Og það er, ég er með rosalega spurningar. Þetta eru hlutir sem þið ættu að vita, sem bara venjulegi borgarar. Já, það er enda liður sem að við erum okkur til skammar. Weird. Já, ég veit ekki með hann sko. Svo erum við kortmyndur frekar sem eru ekki verið heil lengi. Spurningakeppni, gilist það hans? Já, ég ætla að vera með King of the Euros. Þegar the Euros er að byrja. King of the Euros, hvað, það er bara konungur Evrópu? Af því Evrópukeppnin er byrja? Já, bara Er þetta allt tengt fótboltamótinu? King of the Euros. Og sen er líka með að próflíðuna dettin held líka spurningum í spurt og svarað. Þannig ég er með 2 þar. Já. Það ekki? Það eru ekki allir sammála að það ætti að vera komið í einhverjum Jó, en séðan bara hugsaði bara, ok, ég verð ekki að svara einhver að þessu. Veistu, svo ég þannig ekki að ég fæ ekki eðlilega mikið að meilum. Hver er sendið inn þetta? Hörðu, það er til dæmis Rögnvaldur frá Grenivík. Rögnvaldur reyndar með svona venjulegri nöfnum sem þú hefur verið með. Já, og líka bara hann er bara í vesinni. Hann hefur sendt áður heldur. Rögnvaldur? Já, hann er bara í vesinni. Er þetta alltaf sami gauð? Og hver er líka hann sendur hérna? Sjonni Hveragerði Sigurjón þá. Þetta er Sjonni Hveragerði og Rögnvaldur og Grenivík. Þeir eru í vesinni. Akkur hefur aldrei neitt í Reykjavík sendt inn? Ég veit það ekki, ég fæli fór Reykjavík en bara þetta er 2 spurningar sem ég valdi að svona randomly. Já, þetta er ekki made up names. Ég man einhvern veginn að þú sögðum eitthvað ok, þetta er mesta made up nafn sem ég heirt. Það er enginn sem heitir þetta. Það var einhver, ég man að vorum einhvern veginn að gigga eitthvað stær og koma, herru, ég man ekki hvað nafnið var. Það var eitthvað svona, það var ekki algengt nafn. Það var ekki bara nafn sem var ekki til. Hann hétta, strákurinn, þetta var Akureyri. Hann kom til mín og sagði bara, herru, ég heiti, segjum að nafnið hefur verið Dósóþeus. Bara, herru, ég reyndar heiti Dósóþeus, ég var að hlusta á okkur í dag. Ég bara, herru, ok, fyrir ekki að með það. Nei, hann hétta ekki, það var eitthvað svona skrítinafn sem ég held að þú væri bara búa til í liðnum. En var það hann sem sendið það inn? Já, hörðu, ég alveg rétt, hvað nafn var það aftur? Ég man það ekki. Og bastan afsökunar og gera aftur hér í beinni útsendingu. Var það ekki Tadas eða? Tadas? Já, það gæti að vel verið. Það er nú bara fyrir Ég held að það verið Tadas. Já, ég meina, herru, ég er að fara að skýra guttan, maður. Hvað ætlar að skýra guttan? Ég veit það ekki, ég myndi líka, ég held ég er drepri, ég myndi segja hérna, ef við vissið það sko. Herru, ég fekk boð í skýrn hjá Sessanum, 17. júní. Já, það er bara Það er öllu þjóðhátíðardaginn. Hann er bara að fara að skýra þjóðhátíð. Sko, hvernig ætli þið að Ég er í vesinnar, ég er á Akureyri maður. Þá kemst þú ekki. En hvernig er búið að negla eitthvað tíma hjá okkur? Er þið búin að ákveða nöfnið? Nei, þetta er að nálgast. Já, getur þú sagt eitthvað sem kom til greina en er komið út af, þú veist, var á topp 5 en er ekki lengur í myndin? Já, ég held það. Já. Sigurður? Nei, ég get sagt, ég veit ekki hvað maður má segja. Ég Rakel er svo líbómaður. Við vorum að hugsa Arnar á tímabilið og það verður ekki. Það verður ekki? Þá máttu segja það. En bara Auðun Blöndal. Auðun, svo þegar sko aðeins hétt Auðun Blöndal það ekki? Það heitir Hét. Og þú heitir Auðun Blöndal. Ætlar að eyðileggja þess að hefði það? Nei, það ætti þá að vera annarkort Teddy eða þessi nýi. Þú ert ekki bara hendi þriðja, þú ert retired. Annarkort þeirra sem eru sinni mínir þurftu að skýra Auðun. Já, en þú getur líka að tekja bara Auðun og séðan mun hann skýra Auðun og þetta er bara Auðun Blöndal bara ganga. Já, það er bara aldrei að fara að gerast, ég get alveg staðfest það. Sko, hefði ég eignast strák og ég get að reyna, sko. Það er ekki séns. Sko, það var Það er Auðun Blöndal. Já, ég meina, sko, hefði ég eignast strákstrákar, þá, sko, afi minn hétt Steinþór, pappi minn heiti Steinþór, ég heiti Steinþór. Þannig að þú er skipt Steinþór. Já, það er alveg pressa. Steindi Junior. Hann akkurat hann að vera kallaði bara Steindi eða Junior. Veitu, hann hefur verið Junior. Þetta er að vera aldrei flóki. Já, sem betur þeir eignastu bara 2 stelpur. Já, og máli er að ég, sko, og ég er hættur. Já, við erum hætt að staðfest. Ert þú komið nafn? Nei, Steinþór er laust. Steinþór er laust. Já, ég skoða það. Fallegt nafn. Já, veist, máli er að krakkinu með sterkar skoðanir á því. Eva? Já, hún er búin að ákveða nafni. Ég er að spá bara, leiðinu bara stjórna þig. Ég er nokkuð rólegur yfir þessu. Ég er ekki að velta mikið upp á nafninu þannig séð sko. Og hún er búin að ákveða nafni. Ég ætla bara, ákveð ekki bara. Þannig að 7 ára systir hans það er bara ákveða þetta. Ég spáði það. Já, ég meina, svo lengi sem þetta er ekki ykkur tóm þvæla. Þetta er ákveðast nafni á henni. Ég hugsa bara, ekki bara leiðinu stjórna þessu. Þetta er ekki Justin eða eitthvað Bieber eða eitthvað. En heyrðu þannig að Egilína er nýtt nafn. Egilína? Já. Á samtum daginn, Gósi og Egilína er síðanst Gósi? Já. Þetta ljúa? Þetta ljúa okkur? Gósi er Gósi. Þetta var brandari og Egilína með að nýra nafna. Egilína. Egilína er eitthvað flossast nafn sem ég heirt sko. Get ekki verið sammálaður. Það hefur verið komið á þeirri eignaði stelpuna og alltaf heiti Egilína. Já, það er rosalega nafn sko. En pælið í strákað bara gæðsíkinni
að þú getur ekki bara skýrt að nefnt barnið þetta eins og þú veist hvað það að fara í gegnum einhverja nefnt þetta bara, ég er ekki að nenni ekki að fara á það en finnst þér ég mætti bara skýra svona minn prumpi já, ef þú vilt, já, en þú veist að það er galið að það þurfa að fara í gegnum nefnt Hreinn Sveit það er ekkert að því Nei, það eru reynda 2 nöfn sem eru löglega á Íslandi Já, ég veit Þú mátt alveg skýra það Það ætlaði að stríða landaköss og skýra hann Já, þá bara færðu nýtt nafn þú orðin 12 ára Steindór, pappans hefur verið í því þannig að ég þekki rétt Já, sko, ég sá mynda Og öruglega með eitthvað landabrúsut í bíl Sko, landaköss postaði mynda pappa sínum honum og pappa svo rjúpu og ég hef aldrei séð jafn mikið gamla skóla Pappans er eitt svo harðast Já, sko, hann var í krokkskóm í gallabuxum bara í svona venjulegri peysu með enga húu og það var allt út í snjó og hann var upp á fjalli á rjúpu meðan Kös var sko í einhverjum kraftgalla og eitthvað hann er alvöru Ég myndi segja Steindór pappans Kös og Bogi tengdapappi minn eru svona 2 mestu gamli skóli sem ég kynst og það er ekkert eðlilega gaman að tala við og Bogi, það var grillveisla hérna síðasta sumar hjá Tengdó og það var mamma og fullt af liði sem kom og það var eitthvað verið að tala hvað mætti segja þetta og hvað ekki og Bogi kom svona labbanda grillinu bara ég er svo fegin í sig að deyja maður það er eitthvað besta lína hann er komið svo nóg að þessu gamli skólinn hvað er að gerast í þjóðfélaginu Nú er það gott að vera dáinn fyrir árið síðan en talandi Euros því að King of the Euros áður fáum fyrsta lag þáttarins með einhverjum haldi það er opið keppninni núna sko, það er ekki alltaf England, það er ekki okkar Jó, ég held sér ekki að vera að reyna að verka frumlegur og sniður Ég held að það er ekki annað hægt en að halda með Englandum og horfa á Premier League 24/7 allar á þessu syng nánast Er hollendingar ekki með það? Jú, hollendingar eru með Ég var alltaf mikill rútgúlitmaður Ég myndi segja Holland ég var líka smá Batsjómaður í gamla þetta Ítaljar Herri, já, þú heldur með einhverjum þessi kókur á leiðinu og þá spilum við besta lagi Serbin, hvað var hann að hugsa og hvar var þetta sami? Öskur tróðsins í nóttunni og þurfum að fá svör við það Þannig við reyna að leggja sig eitthvað kvöldið og Steinþór hefur lappaði fram og mökkaður haldi frá hann að vöku hann er það ekki góða líkur hann er að tala um að ég var að öskra fyrir utan hann trúðurinn þess að helviti góður það er þetta ég held að ég ætla bara að hitta naglan með höfuð sveinu það er að vant að skrifa setningu niður öskur trúðsins ég er með svo mikið veistu hvað það er svo langt til að Bubbi kom já, ég veit hann að koma bara eftir í smá spjall og svona en ég væri líka til að fá hann bara setna í eitthvað langt spjall sko ég með svona 300 spurningar Já, ég er nefnda nýbúin að taka helviti landspjalliðan í tónlistamennunum okkar en það er alltaf eitthvað sem maður getur spurt Bubbað og fólk getur kíkt ánga allavega og séð það helsta Já, tónlistamennunum okkar inn á Stöð 2 Plus Tjekkja á því, en það komið að slúðri, drengir Það var Bubba bara einn undir það er fínt kósi Ég sé gaman að rikka í vikunni maður sé það alltaf, ég sé alltaf að ég kík í kælinn þú veit ekki hvernig Richard hefur verið í stuði til helviti búið að þinnast í kælinn Okkar maður hjá Túborg það mætti fara að fylla á kælinni okkur er ekki orðið helviti langt síðan að búið komið þetta með Túborgand okkur Jú, þetta verið blöyt vika hjá Richie en sko er eitthvað vesen á hann þurfu að fara að kaupa lása á þetta Já, ég er lungu búin að segja Það er ekki villust En herðu, sko, slúðrið í dag Ég veit ekki hvort við að fara eitthvað inn á þetta því að þetta er nú góðu vinnur okkar og ég hef ekki eins og heyrst í honum með þetta en ef við myndum búið í Þýskalandi núna þá er aðslúðrið Rúrik Hann er bara orðin stærsta nafni í Þýskalandi Hann er á öllum slúðusíðum Hann er the shit í Þýskalandi Það er verið eitthvað að ræða eitthvað framíðaldi hérna Líka kemur það ekkert óvært, ekki nóg með að segja ekkert eðlilega huguleika Besti dansar of all fucking time Já, ekki af all fucking time Þessi þáttur er að dansaði í Þýskalandi Á ógeðslega góður Það er dansa frá þessu 2 ára Geggjaður Þessi þáttur er greinilega mjög vinsæll Já, bara Rúrik er heitasta nafni í Þýskalandi þetta Það er ekki flóknara Já, hann og konin einhverju vesinu þarna og Hann er núna allegedly á fyrir eyju sem heitir Mykonos og ég var að googla þessa Mykonos eyju Lagamadurinn er ekki þarna, ég get lofa við því sko, við erum ekki að það Þetta er eyja fyrir fólk sem á dollars Guðminn almáttur Hvað, Mykonos? Mykonos Ég hef aldrei heyrt þetta Nei, þú fætti Benidorm og Mígur og skítur í þetta er Mykonos Þú flottast að eyja síðan sko Sko, það kemur ekki frétt með Rúrik á vísi beint úr brekkunni til Beni Nei Það er Mykonos beintur allir geta að dansa til Mykonos En svo er enda, sko, það er eitt í þessu eins og Rúrik hann er ekkit eðlilega fallegur og ég veit ekki hvort þú sé hætt saman ekki og konun hans líka Þú þarf að ræða þetta Já, ef
ef þú átt maka sem ofallegur, þá myndi ég bara einhvern veginn búast við þessu. Hún enda ekkert eðlilega huggulega líka, en bæði mjög huggulega, en þetta alltaf vantilega áreiti, hann alltaf sexiest man alive, sko. Já. Það áreiti, menna, þú veist, hvað ætlar að fá mikið að skilabóðum og, þú veist, hann fyrir út á götu og það gerir niður hann, það alveg vesen. Ég held að bara konundur okkar hafi gert helviti vel í að finna þessi menn sem eru ekki fallegri en það En það gerir kannski að fá hann að línuna, þurfum við ekki að fá skýslu bara frá hann fljóta? Þetta segja við séum ógeðslegir? Nei, ég er bara að tala við séum ekki myndalegir og konundur okkar. Það fer ekkert að milli mála, sko. Þá ætlum ég að fara yfir í annars slúður og þú er ánægð með þetta, Egill, því að þú ert alltaf að tala um þetta að þú myndir vinna í lottói. Hvað myndir þú gera þú myndir vinna í lottói, Egill? Herru, það var Þessi gæði tók 1,3 B. Já, hvað er það fyrsta sem þú myndir gera? Það er bara Hvað talar allt um með þú eignast pening? Þá varu komin á snekki. Já, snekki. Já, þú veist, 1,3 B, þú veist, þú bakkar ekki upp ykkur álur snekki með því, en þú bakkar upp, þú veist, þú getur leikt snekki. Já, David Beckham vinnur okkar, hann er að leita sér að nýri snekju. Hann er komin í, þennan hóp, þar sem hann bara kaupir sér snekju. En alltaf ekki að tala um hennan lottóvinningsa, við verðum að gera það. Þú veist, er eitthvað sénst að fá hann í spjall, veit ekki hvað vann þetta? Hann vildi eðlilega ekki vill hann, sko, en máli er að hann er poppum menn bara sem voru með hann í 8. bekk, hann skuldar þeim pening, en hann er á okkar aldrei bara. Hann er, já, ég held hann sé 30 og eitthvað, þetta er bara fjölskyldumaður sem var að vinna hana. Hvað var þetta, milljarður? Já, 1,3. Lagt inn á hann í einni greiðslu. Engin skattur. Nei, skattur. Hann á Rokkarsson heimbokkan 1,270. Ég er ekki að grínast. Hef ég unnið þetta, þá var ég byrjað með myndur fyrir cash for real með vinið mína. Já, sko, þið væri báði búin að mýja í ykkur fram að mér. Þú myndir klára þetta svona 3 mánuð. Það sem ég myndi gera það, ég myndi vinna það. Ég myndi taka klóni, ég myndi borga niður skuldir strax. Hjá öllum, nánustu. Skuldar ekki neitt, en ok. Ég myndi borga niður skuldir, ég skulda helling. Ég myndi borga niður skuldir, fá vinahópin heim í mat og svört skjalataska. Nei, þetta er klónin. Svört skjalataska í hverju stól. $1,000,000 á haus. Nei, bara hann var með $1,000,000 á haus. Já, nót til þess að það geti verið bara góður, skilur við. Og svo restinn færi bref og bragðarefi, heldur. Það er reyndar að harðasta sem ég hef sko. Þegar George Clooney, hann bauð 10 bestu vinnu sínum heim, hann fekk allir $1,000,000. Reglan var annarkvort taka $1,000,000? Það er mikill peningur. Það er nóg til að koma krökkunum í góða skóla og borga skuldirnar. En það þurftu allir að samþykja eða enginn fengi. Þannig ef það var einhver eitt sem var svona, herru, nei, ég get ekki þegið þetta, þá það enginn fengi. Já. Þetta var hans leið til að allir myndu samþykja. En Beckham, hann er alltaf komin á þann stað. Hann er fann að snekja svo. Já, hann er fann að skoða snekkjur. En ég verði að bæta einu við þetta. Ég svo sá maður komment sér og þar, það sem fólk var að bölva þessu. Hvað er gæði? Haters eða? Já, þú veist, það er bara gæði sem var snekju. Nei, með gæði sem vann, Íslandingin. Þú veist, það er bara gaur sem vann 1,3, bara geggjað. Hver var að bölva því? Það var bara fullt að liða út allt sem var bara eitthvað með stæla yfir því, sko. Já, bara öfundsjúkt, þú veist. Já, success is enemies. Það er bara hann eitthvað. En þú veist, það er bara svo ruggl. Success, gets you lot. En samt, ég ætla að gerast áskrifandi. Já, svo þetta, ég veit ekki okkur ég tók þetta, en sko, ég hef aldrei hort á Bachelor eða Bachelorette, en ég hef hort allt sem er komið út með þeim. Hann var vist að hætta þessi Chris Harrison, kynnerinn. Já, hann fundi eitthvað, hann sagði eitthvað sem var ekki í lagi. Já, en áhorfið hrundi 2 milljónir eftir hann byrju. Hvað máli skiptir hann í þessu þáttum? Chris Harrison er kongurinn hann, sko. Já, ok, ég sé að það væri bara Bachelorette með Chris Harrison sé hann, sko. Er það þannig? Já, það er staðan, sko. Ég meina, Ryan Seacrest down the shit. Ég held að David Spade hafi tekið við. Það er neitt toppmaður. David Spade. Ég veit að samt eitthvað skrítið að David Spade þú veist, toppmaður. Svo er þetta líka, við skuldum auglýsingar. Hérna, okkar maður Jason Sudeikis greið, hann er ennþá í rusli við nýja sambandinu, hérna, þau hafa byrjað saman Harry Styles og hún, hérna, hún Wilde, hérna, Olivia Wilde. Ég veit ekki hann er ekki búin að jafna sig. Jú, við vorum að fjalla þetta, mástu, að hann var að vona að hún myndi koma aftur, mástu. Já, yes. Fór hún frá honum? Prins, guð, steiti, það er Veitu, hvað hún byrjaði með Harry Styles, við höfum fjallað tvisvar Harry Styles sem var í vangan með Harry Styles, eða? Hún er ennþá með honum. Þú tippar á Já, ég vissi þetta. Já, hann sagði mér þetta fyrir sumari. Ég var að ræða The Oracle, eða? Enn og aftur, auðvitað. Hann kallaði fyrir ári síðan hvernig COVID myndi klárast. Já, ef þú tala stanslust í 2 tíma og hlýtur eitthvað að detta. Það var það sem ég gerði, ég sagði í mæ. Ég svo fegin að við skuldum auðvitað. Það er rosalega enneitt sokkur. Það er svo gott að vera á tökunum.
Þetta eru Kaleo með Skinny. Óbúslega finnst þetta flott lag. Ég vil byrja á því blöðu. Bara eitt besta lengi. Já, þetta er geggja. Áður við förum, höldum áfram. Já. Og höldum lengra. Það er að Instagram hefur ekki stoppað út af þessar sprautu sem ég mist af. Já, hlustendur okkar eru on point. Eru á tán. Eru að lesa yfir það? Já, það er semst verið að segja. Og hérna er ég til þess með bara starfsmæður hérna frá bara embætti landlæknis sem er verið að senda á mig. Og það stendur bara hérna mæta næstum með strikamerkið þegar að verða bólusetja með sama bólefn og ég var bóðað. Þannig að þú varst bara að fylgjast með Janssen og það mætið þú. Er ekki bara Janssen í dag? Ég er Janssen maður og leið og ég heyri bara, heyrðu, það verið að nota Janssen í dag, þá get ég bara mætt. Já, heyri, sko, það er ekki ofsam að við hjálpum hlustendum, en núna erum við að koma út mikilvægum upplýsingum með einhver missir af sprautinu sinni. Já, þetta vissi ég ekki. Er Janssen núna eitt? Get ég farið á eftir þátt? Ég veit það. Það er engin röð núna. Það er ekki eins og gær, þá var röð hérna bara á Suðurlandsbraut. Núna er engin. Það er búið að loka. Það er engin að sprauta bara eftir 4. Er ekki að sprauta föstudögum? Það er bara off. Nei, ég sá einhver röð heldur í morgun. En já. En brefin er ekkert búin að hækka mikið eftir að hérna Almóður fekk sprautu. Ég er vonsvikinn. Kemur að þið hjá þér. Ringjum í Kaupall. Það kom með að dagskrárlið sem heitir Þekki eða ekki. Og að þessu sinni fekk ég hjálp frá my followers á Instagram. Kom fullt af góðum spurningum sem ég mun nýta næstu vikur. Þannig að ef það er komið ekki í dag og komið að í næstu viku, allavega það er bestu. Er það okkur viðbjóður? Nei, bara mjög gott sko. Ég held að það verið satt við þetta. Nettu viðbjóður sko. Lagið er komið undir. Það eru fórstundunir okkar Jón Jónsson og GTRN. Og ég spyr hvort eitthvað vil fara fram á undan. Ég veit það ekki. Ég skal bara klára hana lið og hann fyrst eitthvað fram fyrst. Ég ætla að stíka upp á að vera bara áfram. Ég get alveg mér er alveg saman. Mér er alveg saman. Það er bóðulegur í líf og báðir. Annar eitthvað fram. Þetta er jafn erfitt. Ég skal fara að fara fram. Steindi fyrir hann. Steindi farinn. Það er að veipa fram mig. Já, ég veipaði. Máttu veipa fram mig? Þetta er gufa, segir hann. Erst þú tilbúin eitt? Semi. Ok, nú er ég að skrifa hérna hvaða hverju þú svarar. Fyrsta spurning. Hvað ætlaði þú að verða þegar þú eruð stór? Þú varst krakki. Já, það er ég hef örgulega sagt ímislegt ég var krakki. Blikksmiður, eins og babbi? Nei, ég slakur blikksmiður. Því miður. Bara, þú veist. Það er ekki kannski skrítið sem krakki eða stegna blikksmiður. Já, nei, sko, líklega ég veist ekki hvað það var, held ég bara fyrir ég var svona tvítugur. Líklega er rétt svar hann að náttúrlífsfræðingur. Öll æska mín fór ég að horfa á dýra þetta, eins og ég gerði. Náttúrlífsfræðingur? Ég satt bara, með þægild að passa mig þegar ég var krakki, setti bara einhver dýra þátt á og ég satt bara og starði á sjónvarpið. Og það einhvern veginn var ekkert úr því. Nei, alltaf að vera svona Örvin hérna, hvað er það, Steve Örvin? Hann er enda því miður skata stakkan í hjartað og dáin í dag. Sónu hans er á fullu. Ég er óleiklegt að Steindina geta upp á náttúrlífsfræðingur sko. Ef hann nær því, þá er hann eitt eðlilega góður. Hann má eiga allt sem ég á ef hann skýtur rétt á þetta. Hann þurfti að vera að hlusta þetta til að vita þetta. Ég spurði í síðustu viku uppáhalds líkansparta og konum, hver er uppáhalds líkanspartuðin á karlmönnum? Þá er ekki að tala um þig sjálfan endilega, hvað er uppáhaldið við þig, heldur bara á karlmönn. Hver er svona uppáhalds líkanspartuðin? Sko, ok, ef ég bara er í geminu, ég sé eitthvað fárlega sexy gæja, bara mjög huggulegan. Alveg sama hvar þú sérðan eða hvernig þú hugsaður þetta, mér alveg sama bara hvað finnst þér svona uppáhalds? Sko, ég myndi segja mjög huggulegu gæji með, veist, frekar góðan þykkan ham. Það myndi gera hætti fyrir mig, aftanverð læri, eða svona góðar axlir. Já, líklega sko mjög huggulegu sexy gæji með góðar axlir. Bara axlir? Já. Það er eina sem ég þarf, bara líkanspartin sko. Axlir. Sko, ég þarf að finna svöru þessu blóndi, en þú skellum mér vekk hérna. Þá er næsta, hvað elskar þú mest við sjálfa þig? Hvað mér almáttur. Hvað elskar ég mest við sjálfa mig? Já. Er það svo margt og dörðin að svara? Nei, þetta er bara krefjandi. Ég hugsa að þetta tala um þá, þú veist. Það er bara spurning ég segir. Ég líklega bara hvað ég með frábæran tónlistasmekk, myndi ég segja. Það er síðast það sem ég myndi segja. Þannig að þú segir tónlistasmekkur þinn. Steindir ekki bara að fá spil. Gæti gíska á axli kannski. Sko, er ég ekki að fara, hann geti tekið axlina hann sko.
Ég að vinna þetta í dag. Hittur þú það? Ef þú fær stig þá er það síðasta. Það er svona eina sem er nei, þetta er nú ekki eitthvað það dörti. Eitt dörti að koma. Nei, þetta er búið að vera mjög eðlilegt. Hvaða kynlífsleikfang ertu líklegastu til að nota í svefnherberginu? Góður. Almáttuður. Eitthvað þannig myndi þetta inn, ég veit ekkert í hverju. Nei, maður það alltaf að vera hreinskilin en það ekki? Jó, alltaf við hlustendur. Já, ég ætla að segja ekki egg. Ok. Eggið. Það er ekki eðlilega óþægilegt sko. Já, nei, elskar hreinskilina. Það er ástæðan fyrir að við erum búin að vera í öllu þessu ár og við ljúum ekki að hlustendum. Nei. Herra, þá erst þú bara búin í billi. Má ég fara í síkopásu það? Ég veit þú reykir ekki, með þess að Steindir hættir reykja. Steindi! Hækkum minni okkar fólkja með hann. Viðbjóður í dag. Nei, ekkert viðbjóður. Herðu, ertu tilbúin? Egill var mjög hreinskilin, ég ránað með hann. Já. Þannig ég vona að þú verði það líka. Já, ég er það. Fyrsta spurning. Hvað ætlar að verða þú verið stór? Leikstjóri. Fljótt svara. Já, ég leikstjóri og ég var með Ace Ventura 1 og Beverly Hills kopmyndirnar og allt þetta á heilanum sko. Það var ekki leikari heldur leikstjóri? Leikstjóri sko. Og mér langar svo að gera bíómynd og Hefur þú leikstýrt bíómynd? Já, Þorsti. Já, alveg rétt. Já, rosaleg mynd. Ég var eftir að sjá hana. Já, hún er voru að sjá hana. Ég lítið að finna tíma eitthvað. Þú getur fundið að hún er rosaleg. En þá myndi ég samt hóra á góða landsmennu undan. Það er svona, þetta er samt. Já, tekist. Ég tók upp myndir og segurband, auðvitað. Já, ok. Og hlustaði í bílnum á það, bara á spólu. Já. Hlustaði á myndirnar. Ok, þá var það næsta. Já. Uppáhalds líkamspartiðin á karlmönnum. Þá er ég ekki að tala um á þér sjálfum, heldur bara. Já, bara öðrum karlmönnum. Já, bara. Hver er svona uppáhalds líkamspartiðin á karlmönnum? Eins og ég spurði með konur síðast. Já, ég held að sé baki á þeim sko. Bakið? Bara gott bak sko, hraust bak. Bak sem er brjósklóslaust bak. Já, ok. Bakið. Bakið, já. Þá er það næsta. Hvað elskar þú mest við sjálfa þig? Þessi er erfið maður. Já, er ekki eitthvað? Jú, þú veist, jú, bara hvað ég bara ég svona ætla að sé ekki bara ég til í allt. Það er sem að elska mest við sjálfa þig, til í allt. Já, þú veist, já, ég elska Það er svo segir í laginu. Já, þú veist bara svona, skilur ef þú segir við mig, herrin, er það komið bíó í kvöld? Já, ég til í það. Ok. Þú veist, skilur til í allt er það sem að elska mest við sjálfa þig. Já, þú veist, varst það að hugsa eitthvað líkamlegt eða? Nei, ég veit ekkert hvað ég er að hugsa, bara þú svaraður. Mér finnst ég nefnilega að vera hálf asnalugur allur. Nei, ég er ekki sammála því. Já, ég held að það sé, ég er hress. Hress og skrifa til í allt eða hress. Já, bara hress og skemmtlur. Hress. Hann getur aldrei gíska á hitt, og maður gefa hann séns. Ok, ég setja einn í svega. Já. Þá er það síðasta. Hvaða kynlífsleikfang ertu líklegast til að nota í svefnherberginu? Egg, held ég. Það er eggið? Já, eða ekki. Ég held það. Einhver sér þessi típa eða eitthvað? Nei, ég þekki ekki típunar. Er þetta ekki bara einn típa? Ég veit það ekki. Þessi var ekki, þetta var óþægileg spurning. Já, hún er það. Þú varst að fljótastur að svara henni. Já, þú veist, svona fyrsta sem ég dætt í hug. Já, ég held það. Eitthvað svona til að hjálpa mér að klára dæmi. Herru, ok. Eir! Hann heyrir ekki neitt. Nei, hann sér ekki neitt. Það var að láta hann vita. Herruðu, já. Þetta gæti sveimið þá eða. Nei, býta ekki, hefur fengið eitt sigur einu sinni hérna. Já, hvað heldur hann sé að fara að vinna þetta núna? Ég veit ekki. En Steindi betur í þessu sko. Ég hef með fleiri sigur það sko. Já, ég held ég að einu sinni þykir victory. Ok, þá ætla ég að með eitthvað rugl. Ég ætla að byrja þér, Steindi. Lítið hann á þessu. Hvað ætlaði Egill að verða þegar hann yrði stór? Þegar hann yrði stór, hann ætlaði að verða sko ég ætla að giska á hann hafi ætlaði að verða. Ég ætla ekki að sko fara í geimfaran eða kúrekan. Nei, kúreki, hvað?
Nei, já, þú veist að margir sem segja 1940 sko. Já, þú veist að maður er bara krakki Já. Ég ætla að segja hann hafi ætla að verða strongman svona líkamsrækta frumur Bodybuilder. eitthvað nátt, já Nei, hann ætlaði að verða náttúrulífsfræðingur Þú hvað bara, allt ykkur að fuggla Kíkja á eitt bara starra Þú varst aldrei að vera á punkt þarna því Nei, þetta var helvítið Það var ólíkt. ekki breyki í það sko Þessi var erfið maður Já, miður En hann var hreinskilinn Já, já Egil, hvað ætlaði Steindi að verða þannig niður stór? Úff Sko Hann er líklega bara ætlað að vera Þú veist Trúður Eða þú veist Ég myndi halda að það veri markmið hjá hann mörglega bara frá því að ég var ungur að þú veist byrja að snemma að gera eitthvað að sketcha og eitthvað eða bara markmiði var að vera billionaire sko Það hefur aldrei verið neitt hjá mér, þannig trúður Nei, það var leikstjóri Ekki trúður Það er teknikli rétt Það er leikstjóri séu trúður Nei, ég er hann þú veist er að búa leikstjóri. til trúða Ég myndi að gefa hann rétt Ég get ekki og ég er að keppa mót Já, bara ekki sjens Ég var nála því Leikstjóri eða trúður Ég var nærið en þú Já, Þá spyr ég þig Egil fyrst núna hvað er uppáhalds líkanspartur Steinda á kallmönnum? Úff Ekki Nei, hann er alltaf hann er ekki bodybuilding eins og ég sko Ég Ég fór alltaf lögsum svarið til síðustu ég fór að hugsa um það líka allt innu Bara á okkur random gæja Ég myndi líklega penisinn myndi Giskaði í alvörunni Já, ég Ég fór bara alltaf að ég fattaði þetta ekki sem þetta er samtidsspurning Nei, Já, ég sko, svo hvað já, Er það var ekki? Það ætlar að giska það Já, Það ætlar að halda það við það Við erum samt báðir Hvað ætti hann að velja? Þú veist, hann er ekki hvað ætla að velja? Ham eða Hann sagði bakið Ham? Bakið? Já Ham? Hvað er svo sexið við gott bak? Hvað er hamur? Það er Aftanvæslæri Ég veit ekki hvað ég er sko Steindi, Já, hvað er bakið, gott bak. uppáhalds líkanspartur Egils á kallmönnum? Akkur hlæra því Það er mjög kallmannlegt Já, já, með gott bak, ok. Bara maður sem getur beikt sér niður og reist sér aftur upp á þess að þú veist, gefa frá sér hljóð Hvoru er ekki að koma með stig? Steindi, þú getur tekið fórustu hérna hvað er uppáhalds líkanspartur Egils á kallmönnum? Já, ég myndi segja þríhöðin Nei, það voru axlir sko Þetta er samt gott gisk sko. Þetta er Hann hefur sagt að ég út Þetta af er ég rosalega hrifin af þríðaðan sko Steindi, hvað elskar Egil mest við sjálfan sig? Sko hann hefur talað nú er ég að hugsa hvað hann hefur talað hann hefur sko bölvað öxlunum á sig sko Já, hvað elskar það mest við sjálfan sig? Já, þá er það annarkvæmst þríhöðin eða hérna tvíhöðin og þetta er erfitt gísk á mér Nei, ég get stoppað bara strax, það er tónlistasmekkurinn hans Tónlistasmekkur Ói, Það er sem hann elskar lélast að Ói, þú ert með lélast að tónlistasmekkur sem ég veit sko Fyrir utan það, hann er svo einu sem elskar það Þú ert með agalega tónlistasmekkur Það elskar það En byrju, Það er ekki að standa alveg vel í dag Þetta er giskað að hann ætlaði að vera náttúrulífsfræðingur og mesta sem hann elskar við sjálf og segja tónlistasmekkurinn, þá var það komið 2 stig Já, það er bara, þetta er ekki hægt að gíska á Ég þetta. djúið þetta slagur í Egil, dag hvað elskar Steindi mest við sjálf og sig? Ég myndi segja Hvað var hann mikið af peningum? Er það ekki? Akkur, þú veist að þessi miskunningur með peninga Ég er bara að reyna það er eins og maður Nú er ég að reyna að fá punkt Já, bara, þú veist, þetta er svo fráleitt Þetta er bara alveg Þetta er ótrúlegt Hvað sagði þú við Hvað sagði ég? Hann sagði hvað hann er hress Það var hress og skemmtilegu Ég strákur lofa að þú elskar meira lokkan og heimabokkan en hvað Hress Nei Sko Veistu hvað? Viltu meina að Steindi sé ekki Hann er þetta mjög hress Herru, Ég er spáðið að lokka við bara heimabankunum og sína allir núna upphæðinu heimabankunum þá kannski hættir hann að segja kalla mig Rikka Ríka allar hösta Þá spyr ég þig Egil í lokin Herru, það er 0-0, það er enginn fór punkt Já, sko, ok Hvaða kynlífsleikfanga er líklegast á Steindi? Noti In the sack Já Sko In the sack Málið er Í rúmunu Sko, ég þarf að hugsa upp á núna Ekki vera því Nei, sko, þetta er hérna Hann getur verið með einhverjar grímur, þú veist Eða svona rassaplöggið Því ég sagði BDSM ekki til hann Já Eða svipu Þú sagður, þú fílaði það ekki? Sagður ekki það? Nei, það væri líklegast Ég sagði að það væri líklegast í fettisinn minna því að þú veist Hann sagði ekki að mæri með fettisinn Nei, ég hugsaði bara alla þessa fettis á það væri svona líklegra heldur en þú veist, ég er ekki að fara að láta pissa á mig, sko Ég held að rassaplöggið Ég held að það var svolítið hrifin af því, eða ekki?
Hvort mann hrifin eða ekki, þá var það sem var líklegast að nota var ekkið. Já, ég meina þú veist, það er bara langlíklegast. Það ljúa ennina ferðina. Nei, það er bara líklegast. Steindi, hvað sagði Egill? Hvað leikang er hann líklegast að nota? Það rosalega finnst mér allt í einu eins og það sé eitthvað ólíklegt hjá honum. Ég ætla samt að segja það sama bara. Ekkið? Já. Það er bara hárur rétt hjá þér. Helviti er hann góður í þessu maður. Góður? Hann vann 1-0 eftir 4 spurningar. Já, þannig að hann vann. Er það? Bara Vann ég 1-0? Hann náði enninu sigurinn. Já, það er... Mér satt í líður þess að ég sé alltaf að segja sannleikan og Steindi alltaf svona basically. Nei, þú ert bara allt og upptekið að trúðast og ert ekki einbyttar að stíðum. Hann var að reyna sitt besta, ég heyrði það. Það er bara spurning hvort að Steindi hefur verið completely honest. Við skuldum auglýsingar og já, svo er það spurning Kefni Gilsar hans Bubbi Mortens. Þetta er okkar maður Justin Bieber. Jesus is king, eins og hann segir. Jay-Z is king. Jesus King Peaches. Gekkja lag og var á toppnum heilengi. En drengir, það er, sko, það voru einhverja skammir og Steindi, þú vilt ekki missa því aftur. Þú lofaðir augljósum staðreyndum hérna daginn og varst að spá að fara bara í þær núna eða ekki, áður fyrir mjög spurningkeppnina. Jú, ég er tilbúin. Já, það har ekki verið lengi. Sko, einu augljós staðreynd, EM byrjar í kvöld. Mér finnst ég er með 9 augljósar staðreyndir þetta. Fyrsti leikur er Tyrkland-Ítalía og svo er EM í dag strax eftir mig. Það setja ykkur $1 á hana leik, Blondi? Það er aldrei að vita, ég ætla alltaf að horfa á hann. Ég er bara að dyrka þetta að sé að byrja, sko. Svo gaman það eru stórmót í gangi, sko. Og það er enda veistlega að Ísland var ræðna, en já, bara áfram gakk. Já, maður getur ekki fengið allt í þessu. En ég mun styðja englendinga, bara eins og ég sé englendingur. Er það málið það? Já, ég held að þeir sé á sunnudaginn. England-Króatía. Hvað er liðið nummer 2 hjá þér? Ef þeir hægja sér? Það er að gera með backup tím eða? Jó, þá er það örugglega bara eitthvað svona óvænt. Skotland eða eitthvað. Þeir eru enda með englendingum í riðli. Ég finn eitthvað. Ég byrja að horfa á móti. Náttúrulega okkar maður Cristiano og Bruno Fernandes eru saman í Portugal. Já, Portugal, það er yfirvilt verið second. Já. Það er ekki bara fínt. Jó, segjum við það. Svo er náttúrulega England, Portugal. Já, staðfest. Ég er náttúrulega, já, hvenær eru Hollendingar? Þú er alltaf hrifin af Hollendingum eða ekki? Þú er alltaf hrifin af þeim? Ég er hrifin af Hollendingunum, sko, sérstaklega því að ég er svo mikill lottómaður. Það er upp á smerkið mitt, það fæst bara ekki á Íslandi. Þegar þau voru í lottó í gamla daga. Já, það er rosalega merkið maður. En herðu, býtu það ekki að finna bettan? Jú, Mr. Selfridge. Já, maður segja, svo langt sem það fór mjög þetta. Jú, ég hörði hann hérna. Þetta er Júros að byrja sinni Breiðablik Fylkir á morgun. Stjarnan, Valur, Víkingur, F-fólk, ég viss veistlaði fram þetta. Já, þetta verður góð helgi. En maður fá sér smá redd væn helgina. Ekkert plan hjá mér, en ég ætla að reyna að vera bara við sófa og skipta kúkableiðum og horfa fótbolta. Gamlaði bara og helta það síðið blóð. Ég minn maður Jassin verður með 3 á móti Fylki. Ég trúi ekki að það. Tippaði á það. Nei, þú varst hættur að tippa, gegn svo illa. Hann er retired. Já, ég hugsa það, en ég geti nú komið aftur inn, víst að Pepsi byrði aftur og Euro. Bettin er mættur og það er komið að augljósum staðröndum hér í FNÍ. Það er hár rétt hjá þér og blöð. Þú mátt hækka þess í bettanum. Hann kennst ekki að herra. Það ekki, er hann í botni. Og eru það á tánum, drengir? Það sjálfsögðu. Egil, ert þú á tánum? Já, á tánum, það er ekki eins og við að gera eitthvað. Nei, nú ætla ég að hendi mig áttu ekki í vöruna. Jó, réttu mér þetta. Það setja vöruna fyrir dagskólið. Já, bara þess að stemning í þessu. Herðu, ok, eru þið klárið, drengir? Já. Veipaði líka. Já, fyrsta augljósa. Býðu bara eftir að taka upp sprautu þetta í stúdíunum. Nei, ég misti af henni. En hún er á mánudaginn. Ég var ekki að tala um þá sprautu, sko. Já, herðu, já, bara heroín. Herðu, já, byrjum þetta. Fyrsta augljósa staðreynd dagsins, drengir. Og hún hljóma svona. Áður að byrjar. Já. Ég ætla bara alveg reynskil núna. En mér finnst að fyndið þá hlæg ég. En mér finnst ekki fyndið, þá ætla ég ekki að hlæja. Ég ætla ekki eitthvað að reyna að hjálpa þér. En þú lætum ekki, hvað mennur þau? En þú veist, hvað fyndið? Þetta er ekki endilega fyndið, þetta er bara augljóst. Sko, ef þú vilt að eitthvað hlægi hérna við öllu svo segir, þá farið bara eitthvað ekki hérna, það elskar það. Við erum bara hreinskilni. Æ, ég veit hvað er í gangi. Nei, ég sverða. Nei, ég bara, þetta getur sverða upp á börnum mín, við vorum ekki búin að ræða eitthvað svona. Ég er bara að segja satt núna. Ég fór að míga og þið voru að tveir hérna þegar við rætt þetta. Sverða upp á báðastrákana. Ok. Ég meina, þú veist, þetta er heldur líka bara, ef þetta er augljóst, þá er þetta flissar af því, já, því hún er augljós. Slakið á, þetta er pressan fyrir eitt lið, það er ekki byrjaður. Ég bara fann eitthvað, eru þið til, þú ert alltaf að spyrja, eru þið tilbúinir, Já, eru þið klárir? Já, sjálfsögum. Já, verður hrest á? Ég er í þvílíkum gíl. Byrja þetta. Þetta, ok, fyrsta augljósa staðurinn dagsins, hún hljóma svona.
Það hefur engin mörgæs orðið heimsmeistari í pílukasti. Það var góð, já. Gerðu þess að Egil hló. Hann er gaman að mörgæsi. Það sem var ekkert eðlilega góð. Ég er ástæðan fyrir ég hlóði ekki en ég flissa. Ég byrja að sjá fyrir með mörgæs í pílu. Já, þetta myndi ekki drífa spjaldinu. Það er svo strögglaði að kasta henni sko. Já, það er svo aumar. Það er ekki með puttan. Nei, það er málið. Þetta er augljóst, algjörlega. Tjúvill er ána með ykkur. Byrja vel. Næsta augljósa staðurinn dagsins. Hún hljómar svona. Grenitré borða ekki Singa Twister. Þessi flög svolítið yfir sko. Nei, þau drekka, þau eru ekki með munn. Þau borði ekki, þau drekka bara. Það er bara rigninga var. Já, þau borði ekki Singar. Þau borði bara ekki neitt. Þau lappi ekki, þau get ekki keirt, þau fari ekki lúuna. Nei, það er alveg margt sko. Já. Það borði ekki heldur. Þessi var að frekar augljósaður. Já. Það er ekki svo að borða langlóku eða eitthvað sko. Nei, ég reyna aftur. Þriðja augljósa staðurinn dagsins. Hún hljóma svona. Og strákar, haldið ykkur fast. Þú getur ekki hoppað oftar en einu sinni ofan í eldfjall. Því þú deyr bara. Já. Þessi þú getur ekki Það er skemmtileg. Já, líklega bara einu sinni. Já, þú veist, ég hef ekki heyrt neitt sem hefur hoppað oft ofan í eldfjall. Nei. Það er bara einu sinni. Já. Varst að tengja þetta því það er eldgós í gangi? Já. Það er skemmtilegt tvist. Það er góð sem þá. Ertu búin að skella þér? Nei. Ég er ekki heldur búin að vera. Ertu búin að vera? Nei, við erum mjög einu þrý á Íslandi. Ég held þetta að vera gott fyrir brefin. En þau voru ekki græn í dag. Reynda að sendi steindi á spjallið okkar. Shit, hvað er gott fyrir brefin? Það hefur ekki gert mikið. Já, sko. Það er bara... Já, ef það gís í 2 ár, þá verð ég hlægjandi einhvers staðar. Það er ekki hlægjandi hvort það er. Jú, öruglega. Veitu hvað eru margir búin að? 3 ár? 2 eftir? 2 eftir? Hvað er það, þreyttur á þessu? Nei, alls ekki, ég er búin að vera ekki. Það er komið, puttinu komin á takka. Nei. Það er okkur byrjað að Nei, alls ekki. Fjórða augljósa staðurinn dagsins. Hvað er með ykkur að góða núna? Já, hún er mjög góð. Hún hljómar svona. Og haldið ykkur mjög fast. Þú getur ekki kennt sinnebi eðlisfræði. Þú setur það bara á pulsu. Egil að hlæja. Þú komið að síðu og byrjar að samt eða mála og veipa. Það er eitthvað lykt af málningunni. Fast ykkur, hvað meina, þú getur ekki kennt sinneb að eðlisfræði. Þú setur bara sinneb á pulsu. Já, nákvæmlega. Ekkert bara pulsu, þú getur sinneb á hvað sem er. Já, þú veist, það er ekki með heila. Þetta er bara sinneb. Já. Volur leiðilega. Nei, það er bara Egil hló. Egil flissaði. Fyrsta var ennþá best. Mörgjastunar og pílunar. Þetta er búið að vera svolítið downhill en að reyna eftir þetta ekki. Þetta á ekki að vera dreppfyndið. Já. Ég get alveg sagt ykkur, ég meina, svín fari ekki í freyðibað. Það er sant, getur ekki sett þetta svín í... Já, þú getur það. Shit, ok, ég veit ekki hvað að gera. Ég get alveg sett svín í freyðibað. Það var léttilega. Lappalaust fólk getur ekki stunda kickbox. Jú, það er svona að fær Ég veit ekki hvað að gera. Ég fyrir bara í spurninguna. Ok, Hún er útundur var. Hún er tengd Bubba. Ok. Því hann er að koma sér gestur. Hver er munurinn? Þetta er auðvitað spurning. Og á þiblu. Þú verður að horfa á mig. Hver er munurinn á Bubba Mortens og skóaþresti? Því að Egil vildi vera náttúr. Ég breytti Þú ásvaraði þessu það ekki? Ég var fyrir ég ekki. Þú mátt alveg hjálpa með kvottet. Já, Bubba er ekki með vangi og Bubba er ekki fugl. Ég er ekki að leita því. Bubba er ekki fugl, sko. Nei, ég veit það ekki. Skóaþröstunum er ekki gefið út plötur. Heldur ekki tónleika. Ekki að leita eftir því. Nei, hvað varst að leita? Vissulega rétt. Hverju varst að leita? Þú varst ekki búin að semja það? Jú. Já, hvað var það? Bubbi spilar gítar. Þetta voru augljósa staðarendir. Það verður ekki augljósa staðarendir á kótilettinu. Þetta lag verður eins og það blastað á kótilettinu. Ég get lofað ykkur því. Þetta er ennþá skóaþröstur kann ekki gerljóm. Nei, þú sér ekki skóaþröst að spila gítar. Nei. En ef þú sér það einhvers staðar þá vinnur það talentkeppnir um allan heim. Ég lofa því. Augljós spurning. Já, mjög svo. Til hamingju með þetta var bara nokkuð vel gert við. Takk. Þetta er Dangerous Love, DJ Muscleboy og Manswear hér í FM 95. The Manswear. Svaðalegt lag og ég er orðið uppselt á kótilettinu. Já, allan að síðast í frétta og þetta rosa seglingu en það er líka eðlilegt að langa öllum að gera eitthvað entertaining eftir þetta COVID-ógeð. Já, svaðalegt line-up. En
áður við förum í spurningkeppnina þá ætla ég að henda ykkur í dagskrárliðin ekki sem hefur ekki verið lengi, hann heitir Hvort myndirðu frekar. Yes. Já, þekki ekki, við svolítið komið í staðin fyrir hann átt í byrjun þáttar og ég er með svona ákveð þema í dag. Já. Það tengist svolítið börnum. Þegar ég er í kringum börn allan daga núna og allan sólarhringinn. Yes. Þannig að spurningarnir eru svolítið tengt Kristlíka koncept. Já, hann má segja það. Verið tilbúinir? Já. Hvort myndið frekar byrja alla daga og drekka mjólk úr Sigrúnu eða Guri Jöllu. Já, taka brjóst bara eins og lítið barn eða þær myndið skipta okkur hverjum mótni Ég myndi byrja daginn á því að drekka mjólk. Sko, mætti nota pumpu og pumpa úr jöllunni í glas og drekka það þannig? Nei, þú ert bara að gera eins og Úr jöllunni? Já. Það er eitthvað þreytt, verra eða? Já, Er það ekki betra? það er að planta sér á jöllu og veist, í snæður bara búið að pumpa sér í glas og skella sér niður Þá ert þú bara þótt á leiðinu út og ert að býða eftir að hún klári að búið til eitthvað mjólkuglas. Ég held að skipta á sér. Já. Það er agalegt sko. Það gengur bara ekki. Nei, En ég veit ertu búin að hæja þér þá í blegina? Já, bara pissa á þig Okay. Akkur þarf maður að vera búin að pissa á sig. Já, ok, það er ekki það vandræðilega eins og Nei, það liggur bara á bakinu og fullorðið maður og konaðin er að skipta En sko, þú veist, Skiptir þú ekki á Píru Jó henni? Já, ég reyndi það gekk erfiðlega í hrósan mikið Hann er reyndar ekki vaksin eins og flesti karlmenn Var hann á penisnum, þú veist, undir blegina? Já, Og losaði hann og settur þér penatina á hann og blauturku og þetta rakkana? Ég var að reyna það, ég hló svo mikið, ég gata ekki Hann með lóðnasta raskat sem ég séð aðeins minni Þetta var bara en þú veist, en sko, þú veist, ef þú vakna bara, þá, þú veist, eins og þegar ég og Egill vaknaði morgun, við vorum ekkert búin að mýja og skíti í okkur. Nei Þannig að það skiptir ekki máli hvort það væri búin eða ekki Maður er ekkert í því á nóttunni? Nei, þetta er bara að segja. Það ætla ég vona ekki En þetta er í bleiðu og kannski lætur það vaða sko? Já, ég er að segja, þú veist, þetta er hrein bleiða og þú ert bara Það er bara verið að skipta á þér, þú liggur bara á bakinu Það er asnalegt og vesen og neyðalegt sko. Það leitu ekki báðið mjölkina eða? Ég er bara alltaf með hvað tíma það tekur sko, skipta bleiðu, kannski bara 6-7 sekundar koncept en að vera á jöllu, það er alveg 10 minútur koncept eða ekki? Þarf maður að fara inn í daginn með bleiðun á sér eða? Nei, það er skipt bara á þér, jú reyndar Það er alveg að vera Ég get ekki með bleiðu á mér í vörsk því miður, hann að Ákveð getur ekki með bleið Það væri, veist að ég hef oft hugsað það Það er svo erfitt að Það er svo bölkis að bleiður eða ekki? Já, en bara að þú ert á þjóðatíð Ákveð er ekki fólk bara í fullorðinsbleið Því líka vesen að komast á klósiti Já, sko, það er samt það er svo erfitt bara að byrja mjög á sig Þetta er gott money making scheme fyrir blöð hann sko, selja bleiur fullorðinsbleið og þjóðatíð, þú getur verið með eitthvað F95 blöðbleiðunar Það er rosalega Ég, ok, jölla Jöllur Háru næsta, hvort myndið frekar vilja að kona ykkar myndi leita að njálk hjá ykkur eða þið að leita að njálk hjá henni? Ég myndi leita að njálk Okkur? Nei, það er bara, þú veist Það er eitthvað bullandi, perverst Nei, ég er að segja það er snöggur að svara, bara ég fyrir beint á brjóstu henni Nei, það er alltaf skárra að þurfa að vera sá aðili Alveg svona bleiuna, þetta er sama, finnst mér Já Þú átt alltaf að gera þetta yfir nótt eða ekki? Já Þegar hún er sofandi og beina ljósi þarna, er það ekki? Það er gert þannig með krakk Það er ekki sama koncept með fullorðna Þú getur bara verið kýr Bara við sem er krakkana þegar aldrei Nei, bara þegar kom út á nóttinni Það? Já, það sem er gert sko Húsráðið er að þú setur glært limband á rassinu þér þegar þú fyrir að sofa Svo vaknar þú daginn eftir og tekur það af og aðtöða hvort hann sé í líminu Mjálkurinn Þegar þeir gæjast út á nóttinni sko Þess að það er tjekkað á nóttinni Líka setjum dettur aðeins niður og skottast þér út Sem er ógæslegt að sé hirt sko Það er festast í líminu sko ok Pétur Jón fekk njallan sko Hann sagði frá því í þættinum Hann sko Er hann ennþá með njálka? Nei, hann tók bara eitthvað pillu En málið er að hann lá komin upp í Og hann bara svona, ég veit ekki hvernig og svona En ég fann að ég var með njálk Sko ég er sofandi þarna Þannig er ekkert vesen fyrir mig Þú þarft ekki að akkur þetta sofandi Hann vil kannski bara Þú ert ekki 20 ára Það er tjekka á njálk Þú ert sofandi Steinþór Já þegar þú ert krakki Ormur fyrir ekki út Þegar hábjart hann dagmáður fucker Nei, já, getur þú vakað til 2 Þannig að ég er bara vakinu nótt Tjekka á, þannig ég ætla að velja það Þannig að hún tekja þér Minna vesen Já, þú veist, eða það Nei, það er ekkert eða það, þú varst búin að svara Það svaraði á nanosekund Maður getur ekki unnið í þessu Þá er það síðasta Hvort myndið frekar vil eiga von á tvíburum á næsta ári Eða aldrei með að stunda að killa mig sjálf með ykkur aftur
Og ég með 2 greiðslíka, það er mikil vinna. Já, fengið 2 í viðbót á næsta ári, gamla. Og ég er búin að vera að skoða flug og hótel á Tenerife. Og það er mjög dýrt að vera með bóka fyrir 4. Það er ekki hægt fyrir 6. Ég gæti ekki verið með 2 krakki viðbót. Við skiljum ekki hvernig fólk gerir þetta. Því að það, sko, flug fyrir 4 kostar 400.000 og það er hótel og uppehaldi í 2 vikur eftir. Þú veist, það kostar svona 1,5-2 að fara til útlanda með fjara með Og þetta 8 manna bíl og Þetta er hvað þú að velja hana. Þetta er ekkert eðlilega erfitt fyrir þig, sko. Já, þetta er bara Það er eiginlega að kasta bara upp á bara peninga á það. Ég ætla bara að vera alveg hreinskilin. Ég hef engan áhuga á því að eignast tvíbura í dag. Nei. Ég hef bara komið 2 börn og mér finnst það bara að vera fake nóg. Þannig þú ætlar að hætta hinnu. Ég meina, þú veist, og ef það kæmi 3. grislingun einn daginn sem er ekki planið, þá myndi það gerast. En tvíburar eru Hugi náttúrulega lendi í þessu, okkar besti maður. Já, en það var með 1. Nei, hann var með 1 og svo 2. Já, ok, það er nú skárað, sko. Herru, Tenniferðunum myndi fækka og það má ekki gerast, þannig að ég vel bara hætta. Retired. Lætu sjálf maður í friði bara. Já, því miður. Já, sama. Já, svona eins og stænir í dag, já. Þetta var erfiðara fyrir þig, ekki? Nei, ég held ekki. Hey Gringo, við erum að hlusta hér á FM 95 Blö á FM 957. Það styttist í Bubba Mortens, hann er á leiðinni. Kemur hér í spjall eftir smá stund, en áður þá Bubba ætlum að fara í svona einhvern óþægilegasta dagskrárlið FM 95 Blö og er nú nokkris. Það er spurningakeppni Gilsarans. Nei, þinn dagskrárliður 9 er óþægilegasti dagskrárliður. Ekki fyrir hlustendur, það held ég ekki. Þessi er bara búin að vera svo lengi að þú veist, þetta er ekkert óþægilegt lengur. En sko, í mínu dagskrárlið þá er fólk að kynnast ykkur. Það er ekki þannig í þínum. Jú, samt er það ekki, þú veist. Er það ekki? Já, reyndar, ég er búin að kynnast Steinda hellingu. Já, ég meina þið eru að svara spurningum. Já, svo með kringluna og stöðumæluverðin og allt þetta, ég vissi þetta ekki. Þannig að það er drágitspunktur þar. Já, það er eitthvað nýtt núna. En nú er þetta bara King of the Euros út af því að EM er dett inn og er ekki allir peppar yfir því það? Já, ég er mjög spenntur. Byrjar í kvöld. Fólk er að fara að tilla sig niður, taka eitt jökul og horfa á EM. Já, veistla verður þetta. Tjekka svo Gumma Ben. Já, og ég ætla bara, hver er King of the Euros? Er það Steinþór? Þetta þú það? En þú ert að tengja þetta við bara Evrópu, ekki bara fótboltamót. Ég veit ekki, það kemur ljósi, ég veit ekki. Veistu það ekki sjálfur? Það er King of the Euros, Blondale. Ok. Hefurðu elt Ísland á EM? Já. Fótið Fraklands. Nei, ég hef ekki gert það. Þú var samlokk og varst heima. Það er eitt skemmtilegast að ferða læg. Já, ég elti reyndar. Akkur ákvæmst að sína ekki stöðning? Ég elti landslið til Rússlands. Það var ekki alveg sama, sko. Já, bara 10 svona stærra. Ég horfði á Hannes verið að víti frá Messi, sko. Já, þetta er ok. Fóru við í 8. úrslitin í Rússlandi eða? Hann varði víti frá Messi. Reynda ferðaðist langt til þess að, þú veist. Já, ég... Það var ekki punkt, það er ekki 0. Nei, það var ekki EM. Ég ætti alltaf að fá punktana. Þetta var HM að vera í toppmálum. Hefur þú hlaupið bér og ofan niður stúku ofpeppaður? Nei. Svo okkar maður hjá Pí. Já, ég þekki eins og lendi því. Ég var ánægð með hann. Það bara sýnir bara alvöru passion. Alvöru passion, sko. Þið hefur ekki lendi því. Svona fatt segir maður eftir það. Sástegu upp úr því. Og valið maður ásins ég að fyrir nýjum blöð eftir það. Já, sjálfsagt. Svo stætt hvernig það ná að rífa svo því, sko. Já, ég hef aldrei riðið múr ofan og hlaupinu. Aldrei á neinum fótballtaleika? Nei, ég hef hagað mér illa á fótballtaleik, en ekki riðið múr. Þú aldrei eru afturöldingu ykkur rugli og rifið úr og hlaupinu stúkun og kólvitist? Hlaupinu stúkun, hvað eru? 2 tröppur hann í mótó? Ekki langt að fara þetta. Það er alveg stúka, já, að varma á. Núna fyrir reglulega til AC, en hefur gamblað í Evrópu, Svíi, Ísland helst ekki með. Já. Það er svo hvað er að vera gamla hlutan AC og Íslandi. Það er ekki. Já, það er svolítið þannig. Amsterdam. Já, London og svo bara í evrópska draumnum. Það var það í Rúmeníu og Búlgaríu. Funduðu alltaf eitthvað gasinu þar? Já. Við sá ógimennum að finna það. Þegar við myndum uppi. Er það ekki? Já, það er alltaf skilti, sko, að mætti ekki koma með byssurinn. Það var mjög óþægilegt. Skiljaði eftir. Hefur orðið heppinn og stunda samlíf í fleiri en 4 löndum í Evrópu? Telst Ísland með? 4 löndum? Já, ekki grannt á Íslandana. Já, bara nú var hans að reikna, það leikur ekkert á. Nei. Skoða þetta bara ólega hérna. 4 löndum? Já, það hlýtur eiginlega að vera. Ég er búin að ferðast út allt hérna. En þú ferðast með blöðum Evrópa, þetta ekki gefa hónu það þannig? Nei, það segja hún ekki. Jú, nei, en við segir hún potið. Ég er ekki vissu það samt.
Nei, þetta er hæft sko. Ég svo mikið bara að ferðast eitt sko. Já, það var það áður ég fór í fast samband. Jú, samt. Jú. Já, og öllum árum við hefum pottið farið til 4 mismöndulanda. Við vorum einmitt að fá minningu við Rakel að vera á Glasgow. Við vorum á þar var Teddy Getin maður. Nei, það var í Manchester. Teddy Getin, hitt var fyrir 4 mál með eitthvað 3. Hvað segirðu? Við fórum til Glasgow, ég, þú og Rakel og Sigrún fyrir 3 mál með það. Já, einmitt. Það var ógeðslega. Já, núna er ég bara strax búin að telja upp 2 lönd. Lettilega. Hefurðu mist hárið í Evrópu? Já, ég menna að gerðist á Íslandi, þannig að það lítur að vera punktur. Jesus Christ. Steinþór? Nei. Hvað er ég að rústa þessu? Já, 4-2, Steindi. Er ég king of Euros? Ég er bara ekki búin að missa hárið. Hvernig það? Það er 4-2. Hefur þið fengið ég í Evrópu? Nei, það hef ég ekki gert. Hverki? Jesús. Steinþór? Nei, það hef ég ekki gert. Það er 4-2. Já, þú ert bara að tala mann. Ég er bara rokkandi Jansen maður. Nei, þú ert það ekki. Þú fórst ekki. Já, á mándaginn. Hefur þið gefið á hlið eitthvað staðar í Evrópu? Djöfull er þetta leiðilegt. Hún var búin að vera á heilbrigð. Ég var að hugsa, þessi er nú bara nokkuð skemmtilega. Þetta er svo leiðilegt. Nei, en samt. Ísland helst ekki með það. Ísland helst ekki með? Já, sko. Hvað, eru við ekki í Evrópu? Sko, það Steindi þarf virkilega punkt að halda. Þá var það að segja að telist ekki með. Því að, þá er ég ólíklegur. Eftir að segja mér að þú hafið aldrei ekki, nei, þú veist, aldrei stund að kynli á hlið, ég meina eitthvað tíma. Ég sagði það hérna daginn, öruglega á Íslandi, pottjett. Hann er að spyrja því. Nei, hann sagði Ísland telst ekki með. Nú, þá ég er bara viðkynna það, þú ert ellendis eða eitthvað, þá ert ég aðeins meiri gýr en það, liggir á hlið eins og eitthvað letuð hug, sko. Nákvæmlega, þess vegna er ég óleiklega líka. Nei, þetta er upp á stellingi. Hættu þessu. Þetta er það náttúrulega bara ekki, hættu. Akkur sagður það? Hættu þessu. 4-3. Hvað, fekk að búnd? Nú er dauðafæri við því Steinþór að jafna þetta. Félur evróskar blöðurur. Ef allt er eðlilegt þá er 4-4 eftir þetta. Ef allt er eðlilegt þá 4-4. Það ekki? Ég meina við erum í Evrópu. Ég ætla að segja já. Já, við segjum já. Það er í bjóst ekki punkt hjá Blondell. Við erum í Evrópu. Hefur þið keypt þér að mansion einhvers staðar í Evrópu? Nei. Það sem þú kallar, já. Eða byrju, ha? Ég meina að þú flokkar það. Þú ert ekki alltaf að tala um að... Þetta orðið þreytast spurningin hér. Ég er búin að spyrja það nokkru sinni bara, ef þú flokkar raðhús sem mansion. Hann er margótt búin að segja að þú búið í mansion. Hann er margótt búin að segja. Æ, það var bara að tekja punkt. Ég þarf bara að fara að svara þessu eðlilega svo hann hættir. Punkturinn að Bubbi líka mættur. Hvað er staðan? Var hann að dingla? Já, ég var að opna fyrir The King. Ok, hefur þú verið fullur á flöskuborði í Sundlaug í Evrópu? Í Evrópu? Nei. Ekki. Nei. Bara í Vegas? Já. Flott keppni. Þetta ljúga? Er þetta búið það? Já, þetta er búið. Það er 5-4 nefnilega sko. Já, þetta er búið. Hvað, var eitthvað síðast þannig í lokinu? Er þetta búið? Já, ég hef ekki verið í Evrópu á flösku. Þetta viss? Já. Og það er að það er tætnum Býtu, ha, á Evrópu? 5-4 fyrir blöð. Sagður bara flöskuborðu það? Í Evrópu? Sundlaug? Nei. Aldrei eitthvað hjá, hérna, fasteignarsala vinuðinum eitthvað í Mosó, eitthvað í Sundlaug í garðinu þar með. Sann fór eina sinna? Nei, býr á fjórða hei blokk. Það er þá bara eitthvað uppblásið. Þetta er svo harðast. Kóngurinn er mættur, þannig að við erum að henda auglýsingar og svo ætlum að spjalla við Bubba. Hann labbaði inn og svona ætlaði bara að berja okkur. Hann er mun líklega að berja okkur. Heyrðu stundum smá. Við erum komið með lifandi góðsögnin í stúdíóið. Hann heitir Bubbi Mortens, hefur ekki komið í nokkur ár. Vertu velkomin, Bubbi. Já, takk fyrir þá. Justin Bieber maður, come on. Þú líkir ekki sem mönnum saman. Hann kom í kórinn og var með mikrofón og labbað og svo var bara röddin áfram í gangi. Hann var ekki á góðum stað þegar hann kom hingað. Hann hætti tónleikaferðinu. Kórinn í fínt staður, sko. Já, en ég er að tala, hann var ekki á góðum stað sjálfur, bara í lífinu. Sko, brandlaus. Dansarandi voru meira all-in en söngvarinn. Já, hann hafði lítinn áhuga á þessu. En hvernig ertu, Bubbi, við byrjum bara á því, ertu góður? Ég er bara góður, ég er búin að vera alveg hrikalega kvefaður og þá finnst mér bara heimurinn hrynja og ég ekki geta eftir 10 daga og það bara, þá finnst mér allt ónýtt, bara þú veist, ég fór í Guðbæði morgun og ég labbaði inn í sal og ég sá all tækin og allt þetta og ég bara mér langaði svo, ég bara get ekki eftir í vikur og svo er ég með rísa tónleika. Og þeir eru byrjuð hvernig bara núna? Núna bara miðvikudaginn. Já, geggjað. Og þannig að
Ég ætla bara, kannski bara hef ég gott að ég að hvíla í halva mánuð og taka svo hæsperurnar. Miðvikudaginn, er það þá 16. eða? Já, frídagur daginn eftir, það verður allir í góðu stöðu. Já, það er uppselt. Það er uppselt, og svo er við streymi, beint streymi. Og strákar, bandi sem ég er með, við erum að tala alveg bara þetta hérna alveg band þetta er rosa sko, ég var í morgun í 4 klukkutíma að æfa með þeim og hérna það finnst samt að maður hringir í þig þú svarar og ég heyrði það voru þvílík læti bara ég get ekki talað núna í staðinn fyrir bara svara ekki og hringi eftir aðeins nei ég er bara þegar fólk leggur sér fram við að hringi mig þá reyni ég að svara nema þú veist þegar ég sé það að gefa fyrir það bregst ekki þegar ég sé númer og ég bara fatta þetta í gefa þá bara nei, ég er ekki að fara að svara þessu vegna þess það er ekkert innihald í neinu sem kemur frá því fólki þar ég man eftir að ég bara, og maður bara þú veist og svo fekk ég bara post sko, eitt postur var svona sko hérna getur þið staðfest að Auður sé að syngja með þér 16. júní og þú veist af ásökununum það var bara svona Pítur, hvernig jöfulni maðurinn að skipta sér að þessu hvað er hann að bögga mig með þetta ég man eftir að sko, ég ringdi einu sinni þig bara síðast ég ringdi ég nú nokkuð sem ringdi og þá svaraði Steindi þú hefur 2 nei Steindi þú hefur mínútu þá varstu upptekinn þetta var bara svona hreina línur bara, þú hefur mínútu já, það sem ég var að pæla það var það, talandi fjölmiðla það var nokkuð grein líka sem var mest lesið á Vísi hvað, varst að tróða þig fram fyrir röð í apoteki það var helítið flott þetta var flott grein hjá hann Jakobi þetta var svona húmor í þessu sko en málið er það, ég er drulluveikur og ég er með hálsbólgu og ég er með kvef og ég er með stíplað og ég er að gera upp risastórt hús og ég er að æfa með bandi og svo er ég að vergangi með fjölskyldun og ég er bara alveg búinn á því og ég kem í lífi, ég hef ekki komið í lífi í 12 ára þarna og ég sé að það stendur eitthvað staðar svona skilti eða svona eitthvað sem stendur hérna sem sagt afgreiðsla lyfja, það er lyfja afgreiðsla og ég hugsa bara já, ég er ekki að fara hérna eitthvað, ég er ekki með resept eða eitthvað svoleiðis og svo sé ég svona bása sko, það eru konur og það er bara fólk út allt, það er engin röð það var engin svona í orðinu röð þetta var bara fólk bara þarna í búðinni og ég sé konu að einu básnum og ég segi hérna, heyrðu, afgreiði þú hérna bara svona venjulega, bara almenna beðnir og svona, hún segi bara já ég segi, heyrðu, hérna getur rækvöld mig, já og þá bara labbaði til hennar og sagði hérna, heyrðu, mér vantar hérna Panodil Sap, mér vantar hérna svona kokúða til að taka hálsbólgu og mér vantar nefúða og svo bara fekk ég það og svo labbaði ég í burtu þá stendur svona kona og brosir rosalega sætt til mín og ég bara brosi til hennar og segi bara já, góðan daginn og labba út en þá var þetta sennilega blaðkona á Stundinni og hún skrifa sem sagt örfrétt dagsins kona er í apóteki, Bubbi kemur inn fer fram fyrir röðuna fær afgreiðslu og labbar út og allir brosa þetta var eitthvað svona og hérna, heyrðu og ég var bara í stöðu, ég fekk svona 150 mann sem drullaði yfir mig veistu, ég sá þetta á nú stór hluta útvarpi sögu svo hérna, en ég var í svo miklu stöðu að ég setti hjarta við hvern einasta drulludela sem að þú ert einn að fáu sem ég sé rífast við virka já, ef ég er í stöði þá ger ég það er bara sérstaklega við rasista og lið sem er að hattast út í útlýtinga og svona þá fer ég bara og ég segi bara hei, ég heyri þér, ég sé þið, þú ert fíbl en talandi þetta, því að þú fórst alltaf fram fyrir röð ég fór ekkert fram fyrir röð þetta er bara ekkert svona nei, skilur þú bara fegst afgriðslu já, og að því að ég sá ekki það voru svo fór ég aftur og ég fór inn daginn, ég bara fór, ég hugsaði, ég var að skoða þetta þá sá ég, það er svona það eru 2 afgreiðslur það tekur númer já, þetta eru svona þú sem kemur með frá lækninum einhverja pappíra og svo bara hinu sem eru eins og ég bara að fá hálsbólgu meðan eitthvað svona því að Ötti var einmitt að segja okkur í byrjun þáttar að það var hérna náttúrulega aðeins öðru sig en það var þeirra Bó mætti hérna og Hotel Holt
Já, ég var að segja hérna, ég Kannski veit ekki þetta Bubbi staðfesta? hvort að saga hans í sönn með hérna Bóan að vera á Hótel Íslandi og við á barnum og panta sér tvöfaldan kaftin í kók eða hvað sem það var og Píana hérna sem var afgræðan að sagt það eru 1790, hann hafði tekið drikkinu og sagt þessi var helviti góður þegar. Já, ég trú öll upp á Björgvin í sambandi við svona uppákomur. Hann getur bæði verið fyndinn, svo getur hann að vera átakanlegur í svörunum sínum og hérna, en hann á til alveg kostulega hérna frasa sem að í núna til dæmis í eins og ástandi í þjóðfélaginu í dag. Ég ekkert viss að Björgvin Halldórsson kæmist upp með svona frasalengur hvort hann ekki bara opinberlega smánaður og hýtur og útilokkaður eins og auður frá útvarpsstöðum og öðru fyrir það að hafa sagt við stelpu, heyrðu, þú varst fóstur þegar ég var að slá í gegn, láttu mig í friði. Þú veist bara. En eru þið vinir? Heyrur í? Já, mér þykir mikið vænt Björgvin og hérna hann nú oft hérna á göngunum. Já, hann röddin og hérna og bara rosa flottur sko. Já. Það mest reymið hérna, hvað kostar að fá þetta partí beint heim í stofu fyrir fólk? 3.900 kall. Já, ég hugsa Er það ekki bara meira cash í streyminu heldur en fyrir fólk sem, fyrir tónlistamenn, þú farið flestu heimili til að sæna sig hann inn og rosalegu kostnaður. Já, við að streyma þessu. Já, ef þú ætlar að gera þetta í alvörinni þá erum við að tala bara bíómyndakvality og hljóð skilum við, fyrir að fyrsta þú ert með risastóran bíl. Þú ert ekki að streyma svo á Facebook bara? Nei, það er ekki svo. En af hverju en hins vegar, ef það gengur upp þá er þetta snið. Já, þá kassar inn sko, en hérna sko símafyrirtækin Vodafone tekur sitt, Síminn tekur sitt svo er það allt í kringum það og svo er það bíllinn sem að hérna útsendingabíllinn og allt staffið í kringum það. Þannig að við erum að tala um alvöru pening, en hins vegar ef streymi gengur upp þá er það að gefa þér tekjur og þetta er bara svo dásamleg leið líka eins og núna að það er bara uppselt í Hörpu og við erum með 1000 manns. Þetta eru staðistu tónleikar síðan, strákar, þetta eru staðistu tónleikar sem hefur verið haldnir síðan að COVID skall á. Það er rosalegt. Það er hæfað þessi konkurinn. Steindi, má ég spyrja það, okkur er þetta ekki búin að veipa sinna Bubbi kom inn? Því að hann hótaði að róta mig. Það sagði við hann orðið, ef þú veipar frá mig og rótaði, viltu óska að það var kveikt á mæta? Við vorum millisekundur frá að vera konið í útsendingu. Steindi fekk sér þetta frá með Bubbi. En þú ert algjörlega bara, þú náttúrulega hefur ekki reykt síkart í mörg ár og að ég skil þig. Já. En ég held að mest í sigur minn sko er bara að hafa náð að hætta að reykja. En þú tekur ekkert í vörun eða neitt? Nei, annarkvort þetta klín eða ekki. Veist, það er bara svo leiðis. Ertu bara algjörlega bara nikotínfrýr? Ég er bara klín. Ég er rosalegu nikotínfíkil sko, en ég hef reykt, ég hætti að reykja. Það er áfangi. Og svo er ég náttúrulega bara að fara að hætta þessu, þannig að þetta er bara svona skref. Það er heldur guð. En svona í rektinni þá líka? Rektinni, hann er ekki lappað inn í líkasræktarstöð. Það sem ég er að meina er það, þú veist, annarkvort. Ég veit það. Ertu clean? Nú er Bubba að fara að lesa þið með sko. Nei, alls ekki. Hins vegar ég skal benda þér eitt. Ég ólst upp. Móði mín var forfallin nikotínisti. Hún reykti með mig á meðgöngu. Og ég man eftir bara sem lítið barn, ég var óður í tóbak. Lítið barn. Og ég var að byrja að reykja 6 ára gamall. 6 ára? Það er rosalegt. Kveiktur þér í sík og 6 ára? Ég stal síkartum frá henni. Hvað það var? Og þá var farið með mig til læknis og hann átti að hræða mig og segja hérna ég er því dvergur en mamma fattaði ekki, hún var alltaf mælugu bræðurnar og strika svona strik í dyrakarmin og ég stækkaði Fílíkt feist Tekir Og hérna þú bauðst mér einu svona að koma samt að æfa með þér og upp í hjá Hjarta. Ég ætla að koma sko. Já, einmitt. Jú, ég ætla að koma. En talandi um æfingar, hvernig er nótur afmæludaginn til hamingju með það? Já, takk fyrir. Fara tölurnar í rektinni eða lækkandi með árunum? Já. Er það mikill munur? Ef þú ert skynsamur, já. Ef þú ert ekki skynsamur, máli er það sko, það sem gerist er það að recoveryið
það er ekki það sama. Þannig að til dæmis bara núna í janúar þá er á november, desember, janúar þá er ég bara að keyra prógram og þá er ég að sippa svona 2300, 2400 á dag og þá er ég sko, þá sippa ég 300 og svo tek ég bara bíceps og svo sippa ég 300, tek tríceps, ég stoppa ekki að milli, skilurðu, og þegar svo bara eftir með öndun og svo held ég bara áfram og svo er ég að taka kannski hendur, bara tríceps og bíceps og þá get ég verið að taka baki með, skilurðu, og svo er ég að taka sko hnepegur bara með einn þyngd, ég er hættur að gera hnepegur með lóðum. Clean? Clean. Þú er alltaf verið clean í ræktinni? Ég er hættur í. Ég bara rústað á mér Já, þannig að þú varst ekki clean í gamla í ræktinni? Jú. En nei, ég var á styrum. Ég var alveg á styrum. Já, það var sem ég var að spyrja. Já, come on. Ég hef alltaf sagt að það er aldrei metnaðleysi þegar menn er ekki á styrum. Já, ég meina það er bara svoleiðis. Já, en hins vegar það sem gerist er það, þegar þú keyrir svona hratt þú veist, og ég er svona, þú veist, all in maður og svo bara einn daginn bara kemur á vegg og þú veist, og það er bara rosa verkur og þú allt innu bara öxlinni lömuð og þú ferð og lætur skoða og þá kemur í ljós út með rosa bólgur og svo ferð læknirinn að spyrja hvað þetta gera eitthvað svona og já, ég er að klína og ok, og hvað er það og ég útskýra það fyrir honum og hann segir hvað ertu gamall, ég segi það og hann segir hvað er þetta þungt og ég segi þetta eru 95-100 kíló sem ég er að repsa og eitthvað svona og þá bara horfði hann á mig og sagði fyrirgjöðu hefur enginn sagt þér að þetta er hálfvita háttur og ég bara hvað meinar hann segir bara þú hefur ekki lengur líka með þetta og þetta ég pirraði mig svo rosalega það var einhver útlýtingur og ég bara hvað ert þú að vilja upp að dekkmaður en svo fór ég að hugsa og þá hugsaði ok líka með minn tekur þetta ekki lengur það er bara þannig og þá bara hugsaði ég ok, ég létti og svo bara keyri alla þyngdi niður, gera það oftar og hef breytt forminu þannig að ég æfi frekar létt ég keyri rosalega mikið á úthald og púls, ég er að fara alveg upp í á góðum degi sko, þá er ég að fara svona í 173-5 í púlsinum en ég er að fara niður í sko 68-70 á innan við mínútu Það er mjög impressive. Sko, við verðum á auglýsingar. Það er nú margt sem við ætlum að spyrja Bubba að komum bara beint úr auglýsingum aftur í kongin, ekki bara langt. En hann situr ennþá hérna hjá okkur, hann Bubbi Mortens, og það er eitt sem ég ætlaði að spyrja í tónlistamönnum okkar, Bubbi, en steinglendi, ég lofaði strákunum að spyrja, því að ég veit ekki hvort þú veist það, en við byrjum alla FN95 blöðþætti á hverjum einasta föstudegi á Serbanum. Já, heyrðu, ég fann orginalinn. Það er okkar lag. Já. Vissur það ekki að við byrjum alltaf á Bubbalagi? Nei, ekki hugmynd. Strákar, bara ég, fyrst bara... Takk fyrir að hlusta. Það er svo liðs. Það er búin að vera 1,5 ár sem við byrjum alltaf hægt á Bubba. Þetta er geggja lag. Já, og þetta er svo Kristján Falk, þetta er bara séni, sko, og var séni og algjör snillingur. Serbin. Hvar semur hann? Hvað sérum? Hvar semur lagið Serban? Sko, textan ger ég í Portugal. Ég kynnist Ég og Rúnar að labba neða á Laugavegi, ekki svara, ég var í leðujakka, ból og gallabuxum, og í leðubuxum og þá sáum við fyrsta skipti ferðir til Portugal, Algarve, eitthvað svo leiðis og ég segi Rúnar, hefur náum okkur í pening upp í fyrirtæki og förum. Svo bara förum við út og við erum alltaf lendir í Portugal og það er bara eldra fólk með okkur í flugvélinni og svo lendum við og Ingólfur Guðbrandsson sér okkur maður og það er bara evil eye maður en við sjáum þarna það eru sæta stelpur og þarna var frábær farastjóri hún heitir hún er yfirmaður í risastóru sjúkrahúsi í New York og yfirlæknir og búin að bera mikið á henni núna í COVID-inu alveg ótrúlega flott stelpa hún er farastjóri og við förum að vera saman hún er serbi
ok. Og hérna, og sem sagt Milunga Kovacic ef ég mann rétt og hérna og kalla sig Ernu núna í dag, sem sagt Erna, já, Erna Kovacic og hérna, og Serbin samin til hennar og hérna alveg sama hvað þetta hæ, ég í hérna einni útsendingu hjá honum Auta í FM Flöga þannig að ég bara heyri Gunnhildur mín hæ það rosalega lóka, svara alltaf Já, ég virði það maður hver þessi trúður, ösku trúsi sann í nóttinni, hvaða trúður var það? Klikkuð lína af strákar geggjað málverk það sem gerist er það, við komum og það fyrsta sem ég segi við núna, við þurfum að finna eitthvað sem getur látið okkur fá dóp og þá hittum við við förum á stað sem hét The White Horse og það var sko það hefur verið að byggja upp staðinn og það voru bara 2-3 hótel svo bara fiskimannaþorp það var eitt staður með svona White Horse og við komum og ég bara með móikanna og komum og hann spottar okkur út og hann segi, hey guys you want something? Ég bara, já og hérna og hann þá aðal sölukallinn á svæðinu og fyrrverandi málaliði Angola hann var allur í örum og hafði lent í einhverju töfflutum og við vorum alveg ógeðislega hérna skal ég segja glaðir, svo þetta diskotek og þarna var lag held ég í fyrsta sæti í allir Evrópu og það byrjaði svona I don't wanna dance with you baby no more I'd rather do something than hurt you babe cause feeling is bad Eddie Grant ok, geggja lag en þar var manneskja sem að var út á gólfi og myndi dóltið á trúð og var að garga alltaf með I don't wanna og ég satt þarna og hugsaði wow maður wow. Og þetta á nóttu til sko. Nýbúin að reykja eina já og þetta var á nóttu til þetta er 2-3 á nóttu eitthvað svolítið og þaðan kemur þessi lína ösku trúðsins í nóttinni trúður á bar þá eru þið loksins búin að fá svara þetta er basically fengtu öskara þessi tilfinning þetta er geggju lína þannig að Serbin raunni hérna farastjóran já og textin bara ferðina ykkar Rúnars nei textin hverfist utan hana og Júgóslavíu og Tito sem var einræðisherra Titoismi í knýttum bökum og hérna og ekkun neginn var ég að búa til einhvers konar ljóð vegna þess að þetta er ekki hefðbundin texti með rými en einu, þetta er meiri bara ljóð þetta er okkar upp á slag Heldur þú takið Serban á miðvikudaginn eða ertu búin að stólíklegt eða hvernig er staðan? Er það ekki bara 100%? Það getur að gert það fyrir okkur allavega bæta því við að við ætlum að ef við kaupum allir streymið, tekur þú Serban fyrir okkur? Ég lofa að kaupa streymið og tekur Serban Ég líka Oftast byrði ég systir mín auðmyndi græði ég sko ég haldi mótþróaröskun þegar ég byrði svona en við byrjum þáttinn á Serbanum já, það er bara geðveikt sko. Ég meina hver myndi ekki byrja þáttinn sinn á Serbanum en fyrir utan það, við erum að falla á tíma þetta verður fyrsta sinn sem við ætlum að byrja þáttinn og enda á Serbanum það er aldrei gerst og við ætlum að skora Bubba að taka Serban og segja þetta sé fyrir F9 ég veit ekki hvort að gangi upp þetta eru rosalegur hellingur og lögum ný plata sem að við erum að spila með ykkur daginn og svo plata kemur út hvenær? 16. Já, bara sama dag og það er fallegu dag, það er Rómíó, það er Afgan, það er Blindsker, það er Fjöllin, það er Mýrdalsandur, það er Hrognin að koma og þú veist Svo átt eitt og eitt lag, það verður að viðkennast og svo Serbin er geðveitt lag út okkur datt mér ekki hug að setja hann um program Það er alltaf að gera Ég ætla að hringi í það miðugt en ég veit og svarar hvort sem ég veina mínúti að 2 og ég ætla að byrja þetta Við ætlum að byrja þáttin í dag og enda á Serbanum og nú vitið þið hvað lagið fjallar kæru hlustendur Bubbi, heiður að fá þig Gangi ég vel á miðvikudaginn